Gott kvöld, góður áhorfendur. Þú verið velkomnir í þetta streymi af keppni númer 11 af 15 í GTA Sif 1. Þannig ég, með mér vanalega hann Ingi Þór, en hann í einhverjum teknilegum örðuleikum núna og hann að koma inn, viti, ná sjá, unmutum hann hérna. Þetta að gerast. Já, blessaði Ingi. Þú varst mjútaður þegar þú tilkynnti mér að þetta væri að gerast. Sorry. Ekkert mál. Já, þetta komið í gang og hafði mig afsakaði eina mínútu og svo joinaði aftur. Já, endilega. En já, ég skal bara tala hvað í gangi hérna þangað til. Við erum sem sagt að fara að horfa á Tier 1 ökumenn keppa Big Willow á Willow Springs International Raceway í Kaliforníu í Bandaríkjunum og við erum núna komin hérna í tímatökur, allir að byrja á sínum fyrstu hringjum og sýnist hann Hannes vera fyrstur manna til þess að byrja á tímuðu hring. En hér eru búin að vera keppnir í gær, tvær keppnir, Tier 2 og 3 og mjög áhugaverðar keppnir. Mjög áhugaverð braut, getur verið mjög hættuleg eins og Guffi sagði einu sinni eða tvisvar í keppnunum í streyminum í gær að Willow Springs gefur og tekur, eyðimörkin gefur og eyðimörkin tekur, þannig var það veist. En þetta sem sagt hér alveg allt fullt af sandi og ef þú rétt ferð út á þá sandurinn búinn að grípa þig. Í fyrsta skipti í mjög langan tíma með fullt lobby. Það er ekki oft sem það gerist hérna í lokuðu deildunum að við náum fullum lobbyum. Það koma fyrir einhver fráköll á og til hjá einum ýmsu keppendum og þegar við erum með 14 keppendur þá er það í rauninni mjög reglulegt að það gerist. Hannes er eins og svo eini sem búinn að setja tímaðan hring. Og ég held að hann eigi nú meira inni en þetta, þar sem að ég var eitthvað aðeins að fylgjast með æfingum hjá þeim fyrr í kvöld og tímarnir sem voru í gangi hérna voru, já, aðeins betur en þetta, en það er svolítið merkilegt líka við þessa braut er að hún reynir mjög mikið á dekkin hægra megin. Nei, fyrir ekki, dekkin vinstra megin á bílum. Og þú tapar alveg gríðarlegum tíma á því að vera með slitin dekk vinstra megin. Þannig að við munum örugglega sjá mikið pitstop hérna í tímatökum og væntanlega í keppninni líka. En já, Ingi, ég heyrði að þú varst mættur hérna aftur? Já, ég er búinn að ná mér í smjör, kaffi, kakó, chili drykki minn. Það er gott. En já, það er rétt sér, þessi braut, hún er rosalega erfið á, þetta er svona eins og öfugur NASCAR hringur með nokkrum beygjum, þú ert alltaf í hægri beygju, reyndar ekki vinstri eins og NASCAR en það er mjög amerískt að vera alltaf í beygju og það reynir vissulega mjög meira á vinstri hliðina í þessari braut. Og það er eiginlega bara mjög fáir staðir sem að dekk fá pásu nema á einum beinum kafla, sko. Þannig að dekki að fara vel með dekk skiptir máli í kvöld. Já, nákvæmlega, og á þessum beina kafla, sko, þú kemur inn á beina kaflan í alveg blússandi beygju á 200 km hraða rúmlega og fer síðan beint inn í þungt bremsusvæði og fjórða gírs beygju, svona cirka. Þannig að þú ert bara að spæna upp dekkinum fyrir og eftir beina kaflan og bara alls staðar þar á milli.
þegar þú talar sko rúmlega 200 km hraða í hámarksbeigjunni, þá ertu að tala sko á grúp 3 bílum. Við erum að horfa á grúp 2 í kvöld, þannig að ég get alveg að trúa að þeir væru nær 250. Það eru kannski gaman að fylgjast með því og tjekka á því, en það er miklu meira aerodynamics á þessum bílum, þannig að það er hægt að beita þeim miklu meira í beigjum og þetta verður alveg stórkostulegt. Þetta er alveg geggjubraut fyrir þessa bíla. Já, við skulum fylgjast hérna með. Ég er að horfa hérna í stjórnklefann hjá honum Diego sem er eins og er með hraðasta hring í tímatökum. Já, hann er heldur betur að koma til kallinn. Já, og við erum að fylgjast hérna með. Hann er að koma inn í þessa seinustu beygju. Við skulum sjá hversu hratt hann fer í gegnum þessa beygju. Vá. Það er eins og segir, þetta er bara hann fer rétt undir 250, kemur út í beyginn á 247, 248 cirka. Algjörlega. Svo koma þeir bara þennan beina kafla, taka eina litla vinstri beygju og síðan eru bara komnir aftur í langa hægri beygju sem er bara stöðug dekkjaðisla á vinstri hlið bílsins. Hún byrjar hérna eins og við sjáið og hún er ennþá í gangi og hann er í rúm 200 km hraða, þannig að mikið downforce í gangi, mikið grip. Mikið gaman. Já, svoleiðis. Og já, þannig að hitt strategíur munu koma til með að skipta miklu máli í kvöld. Þar sem að það muni ekki ganga upp að vera með, sko, það sem ég tók eftir bara á þeirri keppni sem ég tók í gærkvöldi var að það skipti ekki máli þó að dekkin voru bara hálfslitin með það sem eru vanalega að fara í pitta á og það bara stórtapaði maður tíma því, sko. Já, og þessi braut hún getur kennt manni margt sem ökumaður af því það er mjög mikið á svona löngum afleiðandi röðum beygjum og ökumenn eiga mjög oft til og sérstaklega sem við erum í simracing frekar en raunveruleikinn að við eigum til að setja meira stýring input en við þurfum og það eyðir dekkjum þeim meira en á svona braut ef þú ert meðvitaður það og ert ekki að setja ómikið input á stýrið, reynir að hafa það consistent, þá nærmaður að keyra dekkin töluvert lengur heldur en það gerir þetta samkvæmt venjulegum æsing og vana. Maður þarf svolítið að passa sig á þeirri braut. Já, það er alveg þannig og það var einmitt það sem að ég rak mig á í keppninni í gær að eftir eitt atvika sem að ég vil meina mér hafi verið hálf ýtt út af, ekkert kannski viljandi en það bara kannski atvikaðist þannig að þá var mér svolítið heitt í hamsi að ná viðkomandi og ég bara gjörsamlega stútaði dekkinum að það er enn nán. Já, þetta er ekki braut sem að þú vilt vera æstur að keyra og ætla að fara að vinna upp tíma þannig að við þekkjum það öll sem erum að keyra að leiðum maður ætla sér of mikið þá byrjaðum maður að keyra hægar. Já. Þetta verður áhugavert. Það tekur alveg á sko að keyra eins og við gerðum í 10.2 í gær 36 ringi og náði á góðum dekkja með einu pitstopi og vera með dekkin góð. En nú eru þau að keyra töluvert lengur í þessu flokki og á bílum sem að taka helvíti vel á. Þannig að þetta verður forvinnilegt að sjá hvernig gengur að enda dekkin og þú veist, erum við að fara að sjá 2 pitstop hjá einhverjum eða er það allir á einu og handónum til dekkjum eða þetta var alltaf að koma í ljós. Það eftir að koma í ljós og svo líka svona ef tímatökurnar eru að segja ykkur eitthvað þá erum við að fara að sjá svolítið sandkassaleik hérna í kvöld líka. En maður er búinn að sjá alveg töluvert marga hérna í tímatökunum vera að kíkja eins á eyðimörkina. Já, þessi braut hún gefur og hún tekur. Hún gefur gríðarlega ef maður heldur sig inn á henni en hún tekur rosalega frá þér ef þú fer út fyrir. Því að sko það er ekkert sem stoppar þig. Þú getur kannski bara verið að skauta í sandi í 10 sekúndur og þá tekur sko aðrar 15 að lulla sér inn á braut aftur sko. Þetta er stórhættulegt að fara út af hérna því að the consequences eru þær basically að þú er bara með sléttan sand og þú ert alltaf á geðveikt miklum hraða þannig að þú ert ekkert að fara að stoppa þig fyrir útturur. Þú ert að fara að fjúka út í buskan, sennilega hitta Jim Morrison einhvers staðar og eiga gott spjall með honum, elta snákina aðeins og koma þér svo inn á braut og það tekur tíma. Já, og svo þegar þú loksins komir inn á brauta þá ertu með bara endalaust af sand og ryki í dekkinu þannig að þú hefur ekkert grip.
á breytinni. Já, og alltaf yfirkeyra í þokkabót. Já, og ferð svo bara aftur út. Láttu mig þekka, þetta er bara, it's doomed. Ég lendi í þessu í gær og þú veist ekki hvað ég fór oft út af. Þetta getur bugað bestu menn, þessi eyðimörk. Algjörlega, eins vel og maður kemur áður, búinn að negla planið 100%, þá þarf ekki nema 1 eða 2 hringi og þá fara öll plön út gluggann og eftir það er þetta bara spurning að reyna að bjarga deginum. Já. En Diego er á fjólubláum tíma. Já, það er svoleiðis, kíkjum aðeins á Diego og hann er ennþá með besta tíman og... Ég veit það, hann er bara í stuði strákurinn, ég er að fíla það. Nýja Tasty liðið, hann og Ásgeir, þeir eru að koma mjög núverandi Tasty. Nákvæmlega. Já, hann bætti tíman sig sko, hvað er það, 10. Carvel var Farvel og breytist í Tasty. Já, og magna líka að sjá munin á öðru og 3. sæti. Já. Það er 1 sekúndubrot þar á milli. Vá, það er ekki neitt. Við erum að tala að Hannes er 200 fyrir aftan Diego og síðan er 1000 í Kára. Já. Það er ekki sjáanlegur munur. Það er basically bara hnífjamnt, eins og maður segir á góðri íslensku. En Davíð Rúnar er 4. og Jón Ægir er 5. og Eva er 7. og Guffi er í 7. Ásgeir er 9. Jón Valdimars er 9. Ásgeir er 8. ekki 9. Ég meina það. Og Jón Valdimars 9. og ég var aðeins svo fljóttur á mér. Já, ekkert mál. Og síðan er það Þorsteinn í 10. sæti. Þetta er topp 10 hjá okkur í tímatökunni eins og staðan er núna. En það eru 3 mínútur eftir, þannig að þetta er alveg... Gæti margt gerst á þessum 3 mínútum. Og Gunnlaugur í smur 54 liveríinu. Skemmtilegur leikur á tölum hann er í smur 54 og við myndum að fara að keyra 54 hringi á brautinni. Já, sætt. Ég er svona talnamaður, ég hef gaman að svona tilviljunum í tölum. Alltaf gaman að einhverju svona dæmi. Hann er komið í 9. sæti. Já. Það væri gaman að fá spjallið aðeins með okkur í dekkjaspá. Heldur spjallið að 1 stopp nægi? Er þetta 2 stoppa race? Þetta eru margir hringir. Ég átti mig ekki alveg á því hvað þeir eru að eyða dekkjunum af því að við vorum ekki að keyra sömu bíla í gær en ég efast ekki að það sé bara svipað Diego út fyrir og inn í pit. En já, verður þetta 1 eða 2 stopp? Hvað segir spjallið? Við þurfum að fara alla leiðina niður í 10. sæti til þess að fá keppanda sem er 1 sekúndu hægari heldur en 1. sæti. Þetta er það close race sem þetta verður. Vá, það er ekki neitt Topp 10 allir á 1 sekúndu. Já. Vá. Þetta getur verið spennandi og mistök eru dýrkeypt þannig að hugsanlega er það sá sem gerir fæst mistök í kvöld sem að endar á toppnum, ekki endilega hver verður hraðastur eða hröðust. Þetta, eins og ég segi, brautin refsa gríðarlega og dekk skipta máli þannig að þetta er keppni sem að maður þarf að keyra öruggt og vanda sig ef maður ætlar að endast og enda á toppnum, algjörlega Þetta bara, ég held að allir sem eru að horfa á að keyra í gær tengi við akkurat þetta Þetta verður ekkert grín. Já, og svo sjáum við að Kári er núna komin upp í 2. sæti í tímatökum. Næs, gott hjá honum. Diego ennþá með frekar örugt forskot eins og að minnstakosti og við erum að fara að detta inn í seinasta tækifæri fyrir keppendur til þess að setja hraðan hring. En já, með stoppinn ég hugsa að það verði 2 stopp í kvöld. Ég get ekki séð hvernig ég geta komist í gegnum 54 hringi án þess að stoppa 2 sinni. Ég held að Hannes og Eva ætla að reyna við 1 stopp. Þau eru svo rosalega þegar það kemur að dekkjum að... Þau eru það, já. Það er einhvern sem púlar að það verða þau, En ég er alveg sammála. Ég held að einhverjir allavega eftir að taka 2 stopp.
sérstaklega þeir fara út af og skemma bíla, þá náttúrulega það kannski bara nauðsynlegt. Það má náttúrulega ekki gleyma því að í fyrstu deildinni hérna í Tier 1 þá full damage, þannig að ef þú skemmir bílinn þá lagast hann ekkert. Þú þarft að fara í pit og laga hann. Þannig að þetta verður gaman að sjá. Já, þetta verður það. Hérna þetta komið. Ég Það kom virðist bara, vera hérna, það eru flestir að klára, en topp 3 eins og eru Diego, Kári og Hannes. Jónægir 4., Davíð Rúnar 5., Eva 7., Guffi 7., Skeiri 8., Doddi 9. og Gunnlaugur 10. og það ennþá þetta 1 sekúnda á milli fyrstu 10 manna. já, og mikið draft á þessari braut, þannig að það ekkert auðvelt að vera eitthvað að leiða með 10 snar geðveika fyrir aftan sig. Þetta verður rosalegt held ég. Við viljum að fara að horfa á flotta keppni, ég trúi því. Já, ég hef fulla trú á því og óvenjulegt að sjá Team Supernova, Hannes og Evu svona neðarlega frá pole position í tímatökum. Já. Þetta er vissulega krydd að fara í annan flokk og það allir búin að keyra þessa bíla miklu minna. Það allir miklu meira æðari á Group 3 bílunum og liggur meira research á bak við setup og svoleiðis. Þannig að eins og með þau stökkum í Group 1 flokkinn að þá svona jafnar þetta pínu hópinn út frá Vissulega. Group 3 bílunum. Þannig að þetta virðist vera svolítið konsistent með alveg það. Voru það ekki Kári og Diego sem voru að berjast sigurinn á Le Mans í Group 1? Nei, það var Davíð og Kári. Já, það þýðir ekki að spyrja mig hluti sem gerir svona fyrir svona löngu síðan sko. Það var í fyrra sem það gerir sko. Ég man það ekki. Kári tapaði bara með að fá sekt í síðustu beinu eða hvað líka. Auðvitað, ég man eftir þessu núna maður. Þetta var Það var rosalegt. svakalegur endir þar. Já, og ég held einmitt að við sem getum verið að fara að horfa á einhverja svona skemmtilega keppni í kvöld þar sem að allir eru miklu jafnari og þetta verður allt miklu opnara og nú reynir á. Já, ég tek því á orðinu og gerir ráð fyrir því að keppnin verði alveg svakalega spennandi. Við sjáum að það eru langflestir á sama bílum samt, en það voru nokkur sem eru ekki á þeim bíl. Það var einhverjur á Hondu, sá ég. Já, og svo væntanlega einhverju á Toyota líka. Nei, Lexus. Það er ekkert svoleiðis. Nei, það er bara NSX og GT-inn innan. Jónægir og Doddi og þá þeirra lið eru á Hondunni. Þannig að það eru 4 að keyra Hondu. Já, auðvitað. TG Let's go racing! Já, ég var að hugsa eins og TG Racing væri ennþá í Tier 1. Jæja, þau eru komin á stað. Rosalegt start hjá Hannesi. Það vantar alveg counter-timer í Já. Já, líka hérna megin. En það bara byrjaði. þetta var standing start eða grid start eins og við köllum, ekki rolling. Og það er bara hörku barða hérna strax á fyrsta hring. Hannes er að komin fram úr Ævari, Vali, Diego. Þannig að þetta byrjar með látum. Kári er þriðji, er sennilega að missa Davíð fram úr sér eða hvað. Já, Davíð er komið fram úr Kára. Jón Valdimars kominn hérna í seinasta sæti. Það verður eitthvað óheppilegt startið hjá honum. Já. Jón Ægir, liðsfélagi hans, er í 5. sæti og hann keyrir Hondu og þetta er áhugaverður flokkur. Mjög racy bílar og alveg rosalegt downforce í vængjum á þeim. Spurningum að renna yfir dekkjastöðu og sjá hvort það sé eitthvað að frétta. Hannes er á hörðum og Diego er einnig á hörðum, Kári er á hörðum, Davíð Rúnar á hörðum, Jón Ægir, Guffi, Eva er á hörðum, Dodd er á hörðum,
það eru bara allir, nei, Maggi Ingólfs á mjúkum í 13. Allir aðrir eru á hörðum. Já, heyrðu og fer Siggi út af hérna. Þetta er það sem við erum að tala um. Það þarf ekki mikið til þess að fara aðeins út af. Bara rétt svo aðeins að ná einni beygju aðeins vitlaust og hún bara horfin sko. Maður þarf svona rétt að dýfa stóru tönnu í sandinn, þá bara svona kemur einhver alda og rífur því í burtu. Það er eitt sem við langar til þess að gera líka. Við erum að fylgja svolítið vel með dekkjaslitunni hjá honum Magga Ingólfs, en við höfum verið að sjá glitt í leiknum þar sem það kemur fram eins og sért á Racing Medium en þú ert í rauninni á Racing Hard. Já. Og það var einmitt eitt reysið, ég man ekki nákvæmlega hvaða brautin var, þar sem Maggi var samkvæmt skjánum á Racing Medium en hann var bara að slíta dekkjum eins og hann var á Hard, þannig að ekki svolítið með dekkjaslitin hjá honum, hvort það sé meira eða minna en hjá hinum. Algjörlega, það kemur bersýnilega í ljós ef það eru medium tútur og hægast eins og medium tútur. Já. Og þá sjáum við það leið. Alveg leið sko. Hannes hérna ekki, hann með basically með Ævar Diego í slip range, þannig að hann nálgast núna og þetta er hörkubarða. Kári og Davíð Rúnar næsta grúpa fyrir aftan, þau eru einn í hörkubaráttu. Þetta er rosalega lítill munur á milli allra hérna til að byrja með. Þetta er stutt braut, fáar beygjur en langar og mikið hraði, þannig að þetta verður mikið aksjón. Það verður það og eins og segir stutt braut, hringurinn er ekki nema rétt rúm mínúta. Þannig að við ættum að vera að sjá reis sem að endist í, klukkutíma 10 mínútur, 20 mínútur eins og leiðis. Já, basically. Þetta sé miðað við að þetta sé í kringum klukkutími. Já. Hannes er hérna búinn að ná að slíta Diego úr kjölsauðinu. Og er á leiðinni með að byggja upp frekar gott forskot sem við erum vanir að sjá Hannes og Evu gera. Algjörlega, en áhugavert að Kári er komið í kjölsói á Diego núna. Og Davíð raun og veru þar líka fyrir aftan, þannig að það er að mynda svona smá lest sem er að pressa á Diego. Sérðu hérna, nú reynir Kári framarástur. Diego ver, Kári fyrir autaverðu. Það er ytri lína. Vel gert. Flott virðing hann að báðum ökumönnum, ekkert er að nuttast, bara gefið hvorum öðrum pláss. Eins og á að gera það. Þetta er flott barátta. Þetta er það. En það er einmitt sko ekki mikið af tækifærum til framúraksturs á þessu braut nema akkurat í þessari beygju. Já, þetta er erfið braut til að fara fram úr á og það er mjög riski að þetta er svo hraða beygjur, en hann er að njóta mjög góðs af þessu Hannes, þessi barátta sem er að myndast annarsætið. Hann gerir honum kleift að sigla bara auðan sjó og þurfu ekki að vera að fylgjast svo mikið með í speglinum hvað gerast fyrir aftar sig. Það er hins vegar Diego sem er með annað augað í afturspeglinum núna því að Kári er alveg í gírkassanum á honum. Það er nú svoleiðis. Og ætli hann reyni aftur. Ég held ég væri búinn að stilla þetta þannig að myndi ekki vera þessi beauty shot sem. Við viljum vera að fylgjast með bílunum og keppninni, ekki brautinni, sko. Þessi fegurðarskot skipta engu máli. Settur á variant, eða? Já, ég var með á því, en greinilega þegar reisið byrjaði þá resettast það tilbaka án þess að leikurinn hafi sagt mér það. En þetta er komið núna erum við að fylgjast með bílunum. Algjörlega. Þetta er hörkubarátta hérna annarsætið. Ævar Valur Diego. Það er bara Diego eins og við köllum hann á brautinni. Diablo! Nei. Hann er hérna í hörkugýr. Hann er aðeins að ná að auka bilið núna aftur eftir að Kári var mjög nálægt honum.
smá breathing space og kominn út fyrir Kjölsog. Kári þarf að vera 0,75 cirka bát fyrir aftan hann til að byrja að nýta draftið. Ef að bilið er meira þá gerir draftið ekki neitt. Þá er Kári bara í rauninni undir allugu frá Davíð Rúnari í staðinn. Já, þetta færist mann á milli baráttan. Það er líka skemmtilegt fyrir okkur hérna í sjónvarpinu að fá að sjá alla. Já, nákvæmlega. Það er beðið hérna onboard. Gunnar Ágúst vill sjá onboard view hérna í að verða við því. We need to get on board with the onboards. Nákvæmlega. Við fylgjum hérna með Davíð Rúnari hérna eftir að Kára uppi. Hann er ennþá í Kjölsoginu. Já, þessi beygja er svolítið hættuleg fyrir þá sem er í Kjölsoginu. Maður þarf að passa sér svolítið. Það er auðvelt að missa gripið, en maður vill ná góðu exiti til að éta hann upp beinakaflann og hann er að njóta smá Kjölsogs en ekki nóg. Nei, hann var aðeins svo langt í burtu þarna, það er einmitt sko. Eins og við sáum að þá var hérna ekki nema sekund á milli fyrsta og 10. sætis. Og við sjáum það alveg á brautinni að sko að vera í Kjölsoginu á þessari braut, það er bara, þú ert ekki, það er nálægt til að vera í Kjölsoginu. Nei, það er nefnilega, fer eiginlega í báðar áttir. Það er refsamanni og gefumanni á þessari braut og það er refsamanni eiginlega á versta staðnum þar sem maður vill koma hraðar en hinn út úr beyginni, að það er rosa erfitt af því að óhreina loftið er bara að rugla, þú veist, fyrir manni og gerir beygina svolítið erfið að þessar hröðu sem þeir eru að koma í núna, hlutlega. Nákvæmlega. Það þarf að tíma að setja þetta hérna á toppnum fyrir mig. Ég ætla að kíkja setja aftur yfir í Chase Cam eða hérna Cinematic og ég ætla að fylgjast með hérna, kíkja á hvað er að gerast fyrir neðan. Já, sjá hvort það sé eitthvað aksjón þar líka. Diego var að setja hraðasta hring, það er að helsta í fréttum. Það virðist verið stefni bara til þetta milli Dodda og Skeira í 9. og 10. sæti. Skeiri er einmitt alveg, já, vá, hvað var í gangi hérna? Þannig að sjá við Dodda, hann er á Hondu. Heyrðu, það er yellow flag. Yellow flag á, hvað er það? Ég sé engan út af. Það helsta að frétta á toppnum er að Diego er komið í Kjölsog á Hannesi á langum beygjukafla. Hvað segir þau, Diego kominn í Kjölsog hjá Hannesi? Já, hann er bara 0,5. Hann bara verið að gera allugu að fyrsta sæti. Sá hvernig hann kemur út úr beyginni, hann er í, já. Hann kemur aðeins hægar út hana, þetta er erfiðara í Kjölsoginu, hann tapar hann tíma, hann var að vinna hann upp, en það er trikki að vera tímasettitt og gera þetta rétt, þetta er eins og ég segi, bara, þetta er erfið beygja. Nei, hérna sjáum við eitthvað fara út af, hver var það? Það var Doddi sem hann fór út af þarna. Já, Doddi fór út af og misti þar að leiðandi Skeira fram úr sér. Og er að missa sínum sem er, já, missir hérna Jón Valdimars fram úr sér líka. Jón Valdimars sem datt niður í seinasta sæti bara strax á fyrsta hring. Er búinn að vinna sig upp í 11. sæti núna. Hann er einmitt á Hondinu líka. Já. Og það verður gaman að sjá hvað hann klifrar hátt upp stigann. Það er nóg að hringjum eftir. Við erum á hring 10 af 54. Já. Og það er Hannes sem leiðir. Diego er í öðru sæti og Kári er þriðji. Siggi er hérna kominn í pittin með vélarskemmt. Já. Þannig að það hefur verið gula flaggið sem við sáum áðan. Já, á sama tíma er Hannes að koma hérna fram úr og fyrstu menn eru að hringa hann að meðan hann er í pittinum. Þetta er ekki nema hálf sekúnda sem er á milli fremstu manna, þannig að það er alveg hörku barðaðinn í gangi og það er bara mjög stutt frá fyrsta niður í 4. sæti og svo halda það bara áfram að koma. Það er ekkert að mynda stór bíl á neinu stöðum eiginlega. Þetta er allt frekar close ennþá, þannig að margir ringir eftir og allt opið.
Eva hérna nálgast Jónægir. Já, það nú áhugavert það sem hún talaður með Magga áðan og mediumdekkin að ég gæti alveg trúið að það væri á hörðum sko því að þau virðast ekki vera mikið eittari heldur en hörðudekk, þau eru minna eitt heldur en hörðudekkin hans Hannesar. Var hann búinn að fara í pitt eitthvað eða? Nei. Nei, það er bara einn búinn að fara í pitt hérna og það var hann Doddi. Nei, Siggi segir. Allavega á skjánum hjá mér eru mediumdekkin hans Magga eitt minna heldur en hörðudekkin hans Hannesar. Þannig að mér þykir líklegt að Maggi sé að keyra á hörðum núna. Já. Já, það er málið. Heyrðu, Part Out Racing, Bjöggi Freymóns kominn í spjallið þetta. Þú verður að fara í fyrsta sætis baráttunum núna ef þú ert ekki að horfa á hana. Það er bara svoleiðis. Og þriðja sæti er bara í þessari baráttu líka. Já, þetta er orðið 3 bíla barátta og það er ekkert á milli mannárið. Já, það er ekkert annað. Heyrðu, við skulum fara hérna inn í bílinn hjá honum Diego. Hann bara liggur í skottinu, hann er 0,02 fyrir aftan. Þú sjá hvort hann er betra exiti, það verður erfitt, en hann kemur hann alveg á flýinu og er góður. Hann er það nálægt að hann er búinn að snúa þessu við, hann er að vinna tíma núna. Hann kom aðeins hraðar út hann Hannes, en þeir eru á svona mikil í keyrslu og hann þyrfti að vera aðeins lengri þessi bein í kafli til að nýta draftið. En pressan er gríðarleg sem að er á Hannes núna og nú kemur ljós hversu góður hann er að verja. Já, Hannes er alveg með það að reyna líka held ég sko. Það sem hann hefur séð á honum að þá er hann alveg mjög öflugur í að verja sko. Já, hann virðist vera fagmaður á flestum sviðum þegar kemur að kappakstri. Já. Algjörlega. Klárlega einn af okkar betri hérna í GTS Icelandar eins og þetta. Já, hann er allavega að leiða Íslandsmótið eins og staðan er núna, þannig að óhætt að segja að hann er okkar færasti maður eins og staðan er og það er gríðarleg pressa á honum. Þetta er sko alls ekki búið, við erum bara á hring 13. Hann er svona aðeins að missa núna en í staðinn er Kári kominn hérna í kjölsogið á honum Diego. Þeir eru bara hérna að skiptast á milli að vera í kjölsoginu hjá hver öðrum sko. Já, svo Davíð er kominn í hennar slag líka sko. Þetta er bara að slaga í hérna four-way baráttu fyrsta sæti. Það er bara allt að gerast. Og þessi fjórir eru algjörlega búin að aðskilja sig frá restinni af brautinni. Það eru vísuð þarna þrjú, Jónægir, Eva og Guffi. Er eitthvað leiður að Magga að vita að við tökum eftir hann er að hörðum eða? Er hann eitthvað í partítjatti fyrir hann að keppa eitthvað svoleiðis? Ég er ekki klár á því sko. Mjög áhugavert að sjá að Guffi er hérna bara í kjölsóðinni á Evu og bara er að pressa rosalega vel á. Hann náði rosalega góðu exiti út úr beinu, er í góðri stöðu til að reyna framúrakstur hérna. Nei, kannski ekki alveg nógu nálægt. Allt að gerast hérna, flott pressa hjá honum. Já, það er eins og Siggi segir hérna í spjallinu Sigur Haukusson að það verður allt á pitstop strat. Já, þetta dekk og pitstop er alveg mjög krúsjál í þessari keppni. En ég sýnist samt að þau sko komin hérna fyrir ekki að ég tók fram með þér en Siggi er komin út af braut. Við erum bara með 13 km eftir. Ég var eitthvað að pæla í Sigur Haukusson, það var hann ekki að keppa hérna rétt á hann. Hann hefur lent í einhverju hérna og fekk vélarskemmd og fór í pittin í kjölfarið og er bara komin hingað í spjallið. Já, það, eins og að segja, Willow, first it giveth, then it taketh away. Já, það er með þannig.
Og ég held að þetta sé alveg nokkuð rétt hjá honum. Þetta verður allt saman pitstop strattið, sko. Að ná að halda bensíneyslunni nógu lágt niðri til þess að til þess að þurfi ekki að taka of mikið bensín í pittinum og vera lengur í pittinum og sömuleiðis að halda dekkinum í skefjum sem mér sýnist til dæmis Eva vera nú að gera alveg rosalega vel. Eva til dæmis með rosalega lítið slitinn dekk þegar ég að horfa upp það. Ég ætla að fara hérna í 7. sæti. En já, Eva með lítið slitinn dekk miðað við stöðubraut og bara miðað við hina hérna eins og Hannes með töluvert meira slitinn dekk núna. Þannig að hún í góðum málum þegar það kemur að pitstrappinu, sko. Já, algjörlega. Hún kann að kvísla dekkin. Þetta svona nokkuð jafnt yfir. Hannes með meira slitið dekk af annarlega, myndi ég segja. Eva virðist að fara mjög vel með dekkin. Guffi líka í mjög góðum málum. Og ótrúlega sagt, Maggi Ingólfs á Racing Medium er í mjög góðum málum líka. Þannig að ég held að við getum alveg pottþétt sagt að glitch í leiknum og hann actually að keyra á Racing hörðum. Já, ég tel það alveg þokkalega örugt, sko. Hvað í hvaða sæti Maggi núna? Ég held að það sé allir gúttir í það ef hann tekur medium túttunar síðar í leiknum og þá erum við alveg staðfesting á því, sko, að þetta glitch. Það alveg á hreinu. Ef þetta væri medium dekk þá væri meira en helmingi meira eitt en þetta, sko. Já, eftir næstu 17 hringi, búið 16 hringi verður 17, sko. Ég meina bara daginn sem Maggi eyðir medium dekkjum minna heldur en Hannes hörðum, þú veist, þá eitthvað glitch í leiknum. Það er bara, þú veist, Hannes ekki að kvíslarinn og þetta bara, reikningurinn gengur ekki upp, sko, Nákvæmlega, og sko í þokkabót að vera á hægari tímum á hringnum heldur en Hannes á meðan hann væri á medium dekkinum, það bara... Akkurat. Nei, það alveg á hreinu, það bara þannig og þetta var mjög vel spottað hjá þér því að við höfum náttúrulega aldrei tjekkað á þessu, þau hefur ekki spáð í þetta þannig í upphæfi. Nei, ég bara búinn að fylgja svolítið með umræðinni hérna, sá að Guffi var myndi að tala þetta. En já, það er þetta rétt, en Gunnar Áku segir þetta heldur að þetta gæti alveg orðið one-stopper. Það er alveg möguleiki, við erum náttúrulega með. Og mér finnst eins og þeir séu að fara aðeins betur með dekkin heldur en Group 3 bílarnir. Það er kannski að þeir eru plantaðri á veginum út af aerodynamicinu. Já, þetta er svona jafnara slit heldur en við vorum að díla við á Group 3. Þetta er svona allavega á runónum sem ég var á, þá var hann gjörsamlega að tæta vinstri dekkinu. Nei, algjörlega, það er sama hérna, sko. Það var miklu meiri áberandi dekkjaslitsmunur á Group 3 bílunum og það er sennilega í því að munurinn að þessi bílar sem við erum að horfa núna eru með miklu meiri vængjapakka, þannig að þau þrýstast meira niður og renna þar alveg minna til í slæti að þau eru stöðri, þannig að það er sennilega að fara betur og jafnara með dekkin heldur en við í Group 3 sem erum svona aðeins lausari á veginum. Já, nákvæmlega. Það var nú bara eitt sem ég tók eftir bara að ég var einn af þeim fáið eða einn af tveimur sem að hittaði í Jónægir. Jónægir, það er nummer 5. Það hörku bara það að hann er með Evu alveg í skottinu og fyrir aftan Evu er Guffi, þannig að við erum að horfa á 3 bíla baráttu. Já, ætlum bara að vera með myndavélina á Evu þar sem að þá sjáum við bilið á milli þeirra allra. Já, það er alltaf að gera hérna. Hún er bara komin í framúraksturs tækifæri. Já, ekki ná beygin alveg nógu vel eins vel og Jónægir, kannski reyndi að beygja á sama stað. Hvernig eru dekkin hjá Jónægi? Þau eru aðeins meira eitt heldur en hjá Evu og Guffa en Hondan er líka aðeins lausari heldur en Nissan á veginum. Svona hún er að dansa aðeins meira á bossanum. Svona meiri höndler kannski en pínu erfiðara fyrir vikið. Mikið oft notuð í tímatökum en ekki í keppnunum sjálfum í daily races. Já, Hondan.
Já. Það er einmitt, oft er ekki hægt að velja besta bílinn í tímatökum til þess að taka þátt í keppnum, þar sem að í tímatökum í daily races þá er ekkert slitt og engin bensíneyðsla. Kári að fara í pit. Kári fyrir pittur, fyrstur manna, það er að segja fyrir utan Sigga sem var með skemmdir. Jón Ægir fer líka í pitt núna. Herru, hann biður að sjá hann Dotta, hann Guðbjartur hérna. Þeir eru að tveggja stoppa planið þessi tveir, greinilega. Dotti er hérna. Já, ég held að tveggja stoppa plan sé svona skynsamlegri hluturinn því að sko við pælum í því, núna eigum við sko 34 hringi eftir. Já, Kári fór aftur á hard, þannig að hann ná medium eftir inni. Já. Jón Ægir fór hins vegar á medium. Mér þykir ólíklegt að hann taki 33 hringi á medium. Já, ekki með það að hann tók 20 hringi á hard sko, þá er það ekki að fara að ganga upp sko. Já, ég held samt að ef að Hannes sé að hugsa eitt stopp á þess að hafa hugmynd það sko, það er bara svona mín tilfinning. Það geti verið sko, þetta við erum að fara pittinn. Já, það eru greinilega fleiri að fara í pitt, þannig að kannski er það bara málið. Þetta er stutt pitstopp reyndar, miðað við mörg önnur. Það er nefnilega mjög stutt pitstoppið hérna sko, það er eitt sem maður verður að horfa líka að þetta er bara á pari við pitstoppin eins og við voru hérna fyrir updateið þar sem að þau voru lengt 300%, eitthvað svo Já, akkurat. Þetta er bara sennilega stærsta pitstopp í leiknum eins og staðan er í dag, þannig að það gæti hugsanlega verið að spila eitthvað inn í. En allavega, það eru fleiri að fara inn og við sjáum kannski það bara aukast. Þetta verður spurning, áhugavert. Núna er sko dekkjaslitið hérna alveg búið að snúast við. Áðan þá var Diego með betri dekkheldur en Hannes og núna er það orðið akkurat dögt. Já, og mig grunar að það sé vegna þess að Hannes er svona að ná að keyra þetta svona frekar konsistent. Já, og hann er vanur í að manage dekkin þokkalega vel. En sjáu hvað ég verið að fara vel með dekkin. Vá! Já, þetta er náttúrulega Þannig erum við að sjá æfinguna sko, og líka það sko, að það bara virðist ekkert á skiptinni máli fyrir hann að hafa qualified í frekar lágri stöðum yfir hvað hún er vön að gera, að ef hún er að fara að ná að taka þetta á 2 pitstoppum og halda dekkjunum svona rosalega góðum að þá getur sigurinn alveg léttir að vera hennar sko. Já, ég menna sko, mér þykir ekkert ólíklegt að hún klári tankinn á hörðum og taki bara svo restina af medium. Þetta getur verið einna stoppar, ég ætla að efa sig á einu stoppi. Ég veit ekki með Hannes og dekkin þeirra eru alveg sko rosalega einn með þeirra hjá Evu sko, þannig að Eva er greinilega bara búin að vera að spara dekkin sko alveg og bara það er eina sem hún er að hugsa sko. Hún er ábyggilega að vera svo einbeitt á það að hún var að hugsa í tímatöku líka. Já, og takk eftir því að hún er búin að spara bensinni líka. Já, erum við að horfa strategy sigur hjá Evu? Hver veit? Það væri alveg frábær sigur ef við myndum sjá það. Það væri alveg geggjað sko. Þetta er eitthvað til að hafa bak eira þegar við spáum í spilin hver verður ökumaður dagsins hér síðar í kvöld. Já, klárlega. Það er alveg strax komnir hérna 2 virkilega sterkir, eða 3 virkilega sterkir contenderar í það. Algjörlega. Diego heldur sig rétt fyrir utan slip rangeið á honum Hannes, heldur pressunni, Hannes má engin mistök þá hann kominn í slipið, þannig að þetta er góð pressa og kannski smá strategíst að vera ekki alltaf að reyna því að hann verður að spara líka, þannig að þú veist að halda sig í þessu þá lærir hann að keyra á þess að óreina loftið trufli sig. Já. Þannig að þú veist, þetta getur verið strategíst, bíða eftir réttu momentunum. Þetta er löng keppni, þolinmæði tekur þetta. Ég hefði nefnilega haldið að ef að dæmi Hannes væri að spila á strategíu að hann hefði kannski leyft bara Diego fram úr sér og svo nýtt raftið til að spara dekk og bensín. Já. Þú sér sko, og við sjáum líka þegar
þegar þau eru virkilega að fara að neyðast hörðudekkin, þá förum við að sjá hennar mun á hægri og vinstri dekkjunum sem við sáum mjög bersýnilega í gær í Group 3-flóknum. Já, klárlega. Það munar svakalega á slitinu. Náttúrulega eins og þú sagðir, þessi beygja sko, það einhverja vinstri beygjur en það eru alltaf mjög stuttar en hægri beygjurnar eru bara hraðar og mjög aflíðandi þannig að þú bara gjörsamlega spænir dekkin í vinstri beygjunum. Mjög mikið álag á vinstri hliðinni. Já. Ef það eru 7 sekúndur fyrir aftan strákana í fyrsta og öðru seti, en það er ekki nema 0,7 á milli þeirra, hörku barátta og ef að keyra strategískt, þetta hún ætti tæknilega að sé sko að fara að vera að vinna upp tíma fljótlega sko því að dekkin ekki að vinna með Hannesi og Diego á þessum tímapunkti. En þeir eru samt búin að vera að keyra alveg ótrúlega stöðugt. Þannig að maður tjekkar á tímanum eins og hjá honum Diego hérna og Hannes, þetta er allt bara háar 1.05 eða 1.06 sléttar. Já, alveg sko, bara marg ringi, bara alveg síðustu 10 ringina sko, vá. Sko ég held sko jafnvel að ef ég ætti að giska að ég held að Eva gæti verið að keyra með sko fuel saving setup á 3 eða 4 sko. Já. Bara til þess að spara bensinni sko. Kannski kemur eitt inn í myndina þegar það kemur að slitnum dekkjum og kannski á sama hátt og Group 3 bílarnir renna aðeins meira til á veginum að þeir eru ekki með eins mikið downforce að þá slíta þær bílnur hraðar en á móti kemur að þegar þú ert með slitin dekk þá hjálpar downforceið mjög mikið að halda þér niðri þótt að túturnar séu alveg farnar þannig að þú veist, þess vegna erum við að sjá að keyra svona rosalega stöðugt þótt að dekkin séu tæknilega séu alveg farin. Það bara, ef þeir fara vel með þau og spotta þau ekki þá ef þeir keyra bara consistent þá er alveg rosalegt hvað er hægt að taka út úr svona dekkja umgangi. En það er ekki sama hvort þú veit Pétur eða séra Pétur sko. Hvað hefur séra Jóns? Nákvæmlega. Maður þarf að hvísla. Maður kunni að hvísla í dekkjunum. Já, algjörlega. Þetta kemur inn, þetta eins og við töluðum hérna fyrr í kvöld þegar það kemur að inputi á stýri að passa að vera ekki að gera meira en þarft. Slá frekar af staðinn fyrir að beygja ómikið inn af því að þá ertu bara að skemma dekkið og ertu ekki að græða hvort þið er. Og núna sjáum við að Maggi er kominn á medium dekkin. Hann fór í pit hérna sé ég í 21. ring eins og sennilega lok 20. eins og flestir. Já. Og maður sér það bara strax á slitinu að þarna er hann raunverulega á medium dekkin. Akkurat og algjörlega. Good call og allir on board með þetta. Þetta er glitt sem maður þarf að fylgja svolítið vel með hérna í þessum leik sko. Þetta er eitthvað sem ég vissi ekki að gæti gerst fyrir 2 vikur síðan þegar Guffi fór að tala þetta með Hannesi hérna í spjallinu. Og sjáu því sko hvað er GTS Iceland umræðuhópur á Facebook. Það er ýmsar umræður í gang þar eftir keppnir. Algjörlega. Kíkið þangað þið sem eru ekki þar nú þegar. En það er alveg ótrúlegt. Eva er búin að vera að vinna smá tíma niður á síðustu ringjum en við erum ekki að tala nema kannski í rétt rúma hálfa sekúndu núna síðustu 5-6 ringina og sjáu þið dekkin hjá Diego, þau eru alveg farin vinstara framdekkið og hann er samt að setja stöða tíma og að pressa á hann. Það sem gerist þegar að dekkin eru orðin slitin að þú rennur meira og slítur hraðar. Algjörlega, og þið sjáu líka bara munin á Hannesi og Diego, hann eykst bara, maður sér bara hvað dekkin á Diego eru bara farin að hrynja miklu hraðar, þau eru bara komin á loka punkt, það er bara komin niður í trefjar og þræði einhverja hanna. En núna fáum við líka að sjá hvort það sé að borga sig hjá Evu að Kári hérna, allt að gerast. Já. Það er alltaf að gera hérna, þessi hópur er komin hérna sko. Eva náttúrulega er ennþá á upprunalega dekkinu sínu, Kári er á nýjum harddekkjum. Algjörlega. Það er alveg spurning. Þannig erum við bara að sjá gripmunni, það er allir þessir hópur búin að ná henni, hann er að reyna framúrakstur hérna á þessum stað, þetta er engin staður fyrir framúrakstur. Og sjáu hérna. En það nær innri hérna. Já, vel gert, ef það þarf að slaka þess að þannig, já, vel gert, hún hélt sér inn á brautinni.
Þetta er staður sem auðvelt að missa bílinn út á. Flott hjá Kára, hann kominn upp fyrir Evu og sko hann 7 sekúndum fyrir aftan Diego. Það alveg spurning hvort að Kári sé actually bara á betra strategi. Það væri það. Þetta er nefnilega málið, sko. Er tveggja stoppað eða er einn stoppað það sem er að fara að sigra þessa keppni? Við fáum að sjá það hérna núna í beinni útsendingu. Það er bara aftur komin hérna aflaga að Evu, bæði sko hægri og vinstra megin við hana. Við vorum næstum búin að grína hana sigurvegara hérna fyrir 2 vikur síðan og nú er þetta bara algjörlega að flippast. Þetta er það sem við erum að sjá, sko. Þetta er það sem við erum að sjá, sko, dekkin. Þetta skiptir svo miklu máli að vera með gripmikil dekkin, að vera með lítið slitinn dekk og þú missir alveg gríðarlegt grip úr dekkinum þegar þið erum svona slitinn. Frá því að þú byrjar að tala, er Kári búinn að taka sekúnd á Diego. Já, nákvæmlega. Sjáu hvað tíminn er að falla og hann á mediumdekkin eftir líka. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta gæti bara hreinlega verið sigur strategían að taka 2 stopp. Vá, nú bara veit ég ekki neitt. Þetta er bara geggjað spennandi, sko. Alveg geðveikt. Þeir eru hérna að reyna að ná framúrinni Evu, Jónægir og Davíð Rúnar. Eva er eins og staðan núna á sínum slitnum dekkjum að tefja þá. Jónægir fer hérna ytri línuna aftur. Já, sér það. Nei, vá! Vá. Jónægir tekur hérna ytri. Vá, hvernig nær Eva að halda þeim fyrir aftansið. Þetta er svakalegur akstur hjá henni. Þetta er rosalegur varnarakstur, sko. Rosalegur. Davíð Rúnar er hérna núna. Ef hann heldur þessari línu þá erum við innri línu í næstu beygju. Nei! Davíð, heyrðu, það er replay. Ó, það virkar ekki. Instant replay. Ó, það virkar ekki hjá mér. Ég er með of mikið replay að seifa. Andskoti. Ricardo! Danielsson! Davíð farinn floginn út af, þetta var alltaf mikil barátta fyrir hann þarna. En Jónægir og Eva halda þessu áfram. Já. Þau voru smá að skrúkast hana og... Núna er Hannes farinn í pit líka. Diego heldur áfram. Já, og þá fyrir Eva í pitin líka. Eva og Hannes að fara í pit á sama tíma. Þannig að aðeins búið að róast þetta núna í aksjóninni hjá okkur. Diego er bara á síðustu drópunum. Hann á eftir að fara á sko eldrauðum dekkjum í pit á bensíngufunum. Vá. Já, það er að segja ef hann verður ekki hreinlega bara bensínlaus á leiðinni inn í pitið, sko. Ég á ekki orð, það er allt að gerast í þessari keppni. Allt að gerast. Þetta er bara konfekt. Bjartur er að spyrja hérna í spjallinu hvaða dekkjum Maggi er á. Hann er kominn á medium dekk. Hann er á alvöru medium núna. Hann er alvöru medium núna og það er bara skrifað hér í færslur að fyrsti umgangur hans var Potted Racing Cards. Það er ekkert að diskutera það. Það er alveg klart mál, sko. Hann er alveg í fullum rétti að taka medium aftur af því að þetta var glitch í leiknum. Aftur innan gæsalappa. Herðu, hann 1 lítur eftir fyrir hann kom inn. Vá. Þá er Kári komin í fyrsta sæti, sko. Vá. Hér er allt að gerast. Jónægir hins vegar á medium-dekkinu. Þannig að Kári, hann á eftir að pitta einu sinni og hann á eftir að fara á medium-dekkin. Þannig að hann verður sko í kjörstöðu með medium-dekkin að vera með þess að mjúk dekk og... Hvað er pitstoppi lengi? Pitstoppi, það er bara... Það er rosalega stutt, ég held að segja 20 sekúndur, ekki einu sinni 20 sekúndur. Nei, mestalagi 14 sko. Já, þetta er bara... Það er svoleiðis ekki. Þetta er bara ekki neitt, sko. Nei, nefnilega sko. Þetta verður spennandi maður, vá. Sér að Hannes kemur út hérna í 7. sæti, komin í 5. sæti núna. Hann fór á medium dekkin. Það sjálfsögðu það sem hann ætla að taka 1 stopp, þannig að... Þannig að það vinnur líka með Kára að bæði sko Hannes og Eva sem voru bara hérna rétt á hann í efstu sætunum að ef þau ætla að ná Kára þá þurfa þau samt að fara fram úr nokkrum ökumönnum og það er bara ekkert auðvelt, þannig að... Það er ennþá málið, sko. Það er eina sem Kári þarf að gera núna er að byggja það mikið bíl að hann þurfi ekki að fara að berjast þegar hann fer á medium-dekkinu sín. Já,
hann er alltaf í kjörstöðu núna, það er enginn fyrir framan hann eða aftan hann, þannig að hann getur bara 100% einbytt sér aksturinn. Þetta er aftur búið að breytast hérna hjá mér í þetta. Ég er alltaf að vera að breyta úr standardi í variable til þess að losna við þessi beauty shot, sko. We don't want no beauty shot, this is racing. Já, Björki Freymán segir inn í spjallinu að Guffi talaði að pitstoppi var 11 sekundur og það náttúrulega líka, þegar hann var að tala um það, þá er það í pitstoppinu sem hann þarf ekki að taka bensín, þannig að það gæti alveg passað að séu þá einhverjar 14-15 sekundur þegar þú þarf að taka bensín líka, sko. Já, ég minnir að ég hafi tekið tíman á þessu og hafi verið 14, en ég þori samt ekki að lofa, gæti að vera að dreyma. En Davíð sem fór út á rétt á hann er í 3. sæti, aðeins 6 sekundur fyrir aftan Jóna, þannig að hann kannski kom aðeins betur út úr þessu heldur en maður þorði að vona. Já, ég held það lítur vel út eins og staðan er. Ég held nú bara hreinskilnislega sagt að hann væri kominn bara alveg í botninn annað eftir að þú sagðir hann hefði farið út af, sko. Já, ég held að hann hefði skroppið í kaffi til Jim Morrison og rætt eyðimerkumál. Já, það gæti verið eitthvað svoleiðis. En Hannes er í 4. og Guffi rétt fyrir aftan hann. Já, Hannes var núna að komast hérna fram úr, hann var að elta, mann ekki lengur hvernig hann var að elta, en hann var alveg fastur fyrir aftan einhvern veginn að rétt á hann en náði fram úr út af því að hann fór í pittinn. Svo náttúrulega líka eitt í þessu að þessi sem eru í kringum Hannes á 2 pitstoppa plani, þeir eru allir að keyra töluvert léttari bíl núna. Það vinnur líka með það. Já, það er rétt út í að þeir þurfti ekki að taka eins mikið bensín til þess að komast í næsta pitstop. Ef þú bara flakkar á milli Guffa og Hannesar og sérðu hvað er rosalega mikill bensínmunur á bílunum. Það er aðeins að fylgjast með Hannes undir núna, hann er að bara taka 3. sektor á hjólubláðsektor. Nei, þetta var annar sektor, það er bara 3 sektorar, en það er spennandi að sjá hvernig hann sé að fara að taka hraðasta hring núna. Já. Ekki alveg, en hann bætti sin eigin tíma næstu í heila sekundu. Já, hann er kominn á medium dútur og ætlar að klára keppnina á þeim. Núna er Guffi kominn í pittinn, þannig að hann ætlar að taka næstu 19 hringi á mediumdekkjum. Það er spurning, sko, það er mér þykir líklegt að þetta áttur að flippast aftur þegar Kári fyrir pitt og þá er bara spurning hvað er langt í Hannes og hann verður náttúrulega á eðal dekkjum þá og verður mjög hraður, þannig að ég er eiginlega bara, þú veist, alveg lost þegar kemur að spá hvernig þetta fer, sko. Já, það er bara nánast ekki. Hver er að vinna þessa keppni? Getur einhver sagt mér það? Ég held að það hafi bara komið ein spá hérna. Vá, maður. En Jóna er komin í pitt aftur. Hannes er að verða búinn að ná honum Davíð Rúnari. Hannes náttúrulega ennþá á frekar góðu mediumdekkjum. Sækir alveg rosalega hratt á Davíð Rúnar, en Davíð Rúnar náttúrulega fór á harddekkinu sem hann ætlar að fara annað pitstop. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig þessi slagur fer, hvort að Hannes nái bara að taka fram úr mjög auðveldlega eða hvort að Davíð muni verja rosalega vel og halda Hannesi fyrir aftan sig eins lengi og mögulegt er. Þannig að hann nái að halda þetta einhvern möguleika í bardagamótunum þegar hann fer á mediumdekki og Hannes verður á slitnu mediumdekki. Þannig að, en nei, þegar ég horfi á þetta núna sé ég að Davíð þarf að fara í pittin mjög fljótlega, ef ekki núna þá næst. Þetta er alveg ótrúlegt. Það eru, einhverjir 17-18 hringir eftir eða hvað og ég held ég hafi bara aldrei horft á kappástur og það eru 17 hringir eftir og ég hef ekki hugmynd hver er actually að leiða. Nei, akkurat. Þarna fer Davíð Rúnar í pittinn. Kári er núna með 10 sekúndar forskot á Hannes. Já. Og það er mér ekki óvart að hann færi mjög fljótlega í pittinn til þess að ná í mediumdekkin. Ég ætla að giska alveg í seinasta lagi þegar hann á 40. hring, myndi ég giska á. Já. Sko, með að við að vera 10 sekúndum á undan honum, getum við gett ráð fyrir að hann komi 4 sekúndum á eftir honum út, 4-5 sekúndum á eftir honum út. Já, ef hann færi núna í pittin, en Hannes er náttúrulega að vinna mjög hratt á hann sem hann er á mediumdekkinu, sko. Akkurat. Kári þarf eiginlega bara að fara að drífa sig inn, sko.
Diego er hérna á mediumdekkinu líka fyrir aftan Hannes. Diego er sennilega byrjaður á seinasta stintinu sínu við stöðu á dekkjum og eldsneyti. Já. Hannes er á medium, já. Sigurður Hreggviðsson spurði þarna í spjallinu. Hannes er á medium, hann og Eva. Hvað er Eva? Jú, það er hún 4. sæti, já. Hann og Eva eru greinilega á einstoppa stratti og þau fóru inn á 30. hring fóruð inn fyrir mediumdekkin sín. Hannes, Eva, Diego, þau og... Þú sér hvað Hannes er að vinna hratt á Kára núna, bara á þessum eina hring en hann voru að taka 2 sekúndur á Kára. Algjörlega, Kári þarf að svissa ef hann vill ekki tappa þessari fórustu sem hann er búinn að byggja upp. En það er að gera strax eins og staðinu núna. Diego og Hannes eru helillir að sækja og Eva ekki langt þar á eftir. Tæpum 5 sekúndum fyrir aftan Diego. Þetta verður, ég bara, eins og þú segir ég þori bara ekkert í sko. Þá fer Kárin í pitti núna, hann ætlar að ná í mediumdekki núna í lok 30. og 9. hrings. Kemur hann út á undan Diego. Diego gerir mistök, fer smá út fyrir. Nær Kára kom út á undan honum. Sennilega ekki. Sennilega ekki, nei. En hann kemur kannski upp fyrir framan Evu eða hvað? Nei. Hann er búinn með þessi Evu líka. Hann kemur út 4. Þannig að núna ef að Kári ætlar að eiga eitthvað möguleika þá verður hann bara að fara að vinna upp sæti sko. Og þau eru öll á mediumdekkjum en Eva, Diego og Hannes eru öll á slitnum mediumdekkjum. Já, sko hann er 10,5 sekúndur fyrir aftan Hannes. Þannig að pitstoppi tók ekki langan tíma. Alls ekki sko. Ef að Kári nær að taka fram úr svona nokkuð atvikalaust að þá er hann bara eiginlega með þetta sko. Sjáum að hann er hann er ekkert að minnka biliðinu Evu akkurat núna. Hann þarf alveg að taka slatta á hverju hring sko. Það er að gera það sko. Og þau eru samt að keyra nokkuð hratt á mediumdekkjunum þóttu þau séu aðeins slitnari, þannig að spurning sko. Já, vá, þetta er bara heilinn á mér frís að hugsa um þetta. Ég bara ég þarf að fá mig sopa, smjör, súkkulaði, kaffi í chilidrykknum mínum. Meðan það er ekkert að gerast hérna á toppinu bara akkurat í þessari stundu þá ætla ég aðeins að taka stöðuna, fara hérna hringinn. Ég sé að Davíð Rúnar er svolítið að sækja á Jónægir. Davíð Rúnar er á mediumdekkjum, Jónægir er á hard, Jónægir er á nýjum hard, Davíð Rúnar er á sennilega jafn nýjum mediumdekkjum. Þannig að við fyrir mjög líklega og ætla hann taki bara ekki fram úr hér eins og að Jónægir fór svolítið vítt en Davíð er ytri línunni en nær að halda þessu, já, mediumdekkin gefur hann gripið til þess að geta tekið fram úr og hann nærir fram úr á þessum sennilega einum erfiðasta kafla til þess að reyna að taka fram úr. Eða hvað? Þeir eru hlið við hliðina á leiðinni inn í hinustu beina. Það fór einhver út af. Og það er gult flagg. Hver fór út af? Það er allavega, hver fór út af? Doddi fór út af í síðustu beini. Hann er síðastur að reyna að komast inn á brautina. Það er svoleiðis. Já. Já, og hann er með skemmta aftan hann, hann hefur farið á stúkunni hann. Já. Hann ætlar að væntanlega... Þetta tók tíma að maður, vá. Hann var alveg búinn að vera, sko, góðan tíma. Getur einhver annar að fara út af núna, eða? Sérðu, Kári er núna komin hálfa sekundu fyrir aftan Evu, hann er komin í slippið hjá Evu. Maggi að taka fram úr Gunnlaugi. Ég ætla að fylgjast þetta með hjá Kára núna, sko. Kára og Evu. Hann er bara komin í pressu. Já, þetta. Og þannig er að nýta draftið. Flott exit hjá honum. Aðeins betra hjá Evu. Betra hjá Evu, já. Já, tölur betra. Sér það, hún er að vinna tíman hana. Þetta er svo erfitt í kjölsvæginu.
mist, sko, Eva hefur, sko, það erfitt að segja hvort að Eva hafi verið að dragast þess að minnka bili vegna þess að sko, þau eru búin að vinna hérna heila sekundu á Diego núna á þessum eina hring, sko. Já. Það er Eva fyrir mótfyrir, aðeins út í sandinn, næra að halda sér inn á, vel gert. Kom ekki að sög. Já, sko Diego er bara komin í frekar slæm dekkjamál, hann er að fara rosalega hratt með medium dekkin sín. Já, var hann á einu stoppi eða tveimur? Ég manna ekki alveg. Ég meðalveg hvernig hann fór í pitt síðastu mann og þá held ég að hann sé að reyna við eitt stopp, sko. Kíkjum við hérna inn hjá Kára. Það er hann að kíka, nei. Hann náði ekki núna en ég held að það sé mjög stutt í það, sko, miðað við hvað hann er nálgast hratt, sko. Og góð, og kysla hana. Slætar hann að smá mölur á málkíð. Möl inn á malbyggjum. Þetta er undir hálfu sekundu. Hann er í mjög góðu drafti núna en þetta er bara erfiður staður til að vera í drafti. Það er eiginlega ekkert ploss að fara fram úr. Sjáum hvort hann er að ná góðu exit og Eva. Fer aðeins fyrir innan hana. Það hjálpar hann að vera ekki alveg í draftinu. Hann myndi aðeins að slá af hann rétt í exitinu og Það var rosa flott hjá honum. reynd, sko. Sjá þetta. Þetta er... Nei, Wow. Hver var þetta? Já, var þetta Doddi eða? Maggi held ég. Það var Maggi Ingóls, þeir voru að Maggi hringa Ingólfs. hann. Vá, hvað þetta var close, man. Þetta hefði getað farið svakalega fyrir Evu þarna, sko. Þetta var Hafði tækt hana maður. örlítið en Gríðarleg pressa sem er á henni Evu núna og Kári hann hefði ekki verið að vinna. Býr til Hann sitt lætur það space. virka. Þetta bara olbúar út. Já, og Eva keyrir aftan á. Wow. Þetta var illa gert, maður. Þetta var aðeins svo mikið fannst mér. Þetta var alveg Ég á ekki til eitt snerting hjá aukatekið Kára á. en- Nei, þetta var alveg snerting á Kára en þú veist, hún var alveg útreiknuð á þeim stað, þú veist, að það er hægt að gera þetta á þessum stað og þetta var enginn að, þú veist, það kom allir heilir út úr þessu. Þetta heitir að tróða sér, þú veist, engin skaði skeður en þetta var náttúrulega bara pjúra ásendingur, sko. Já, þetta var ekki vel gert. Þetta var ekki flott að segja, ekki fallega gert. Þetta setur alveg mikið strik í reikningi fyrir Kára í þessari baráttu að reyna að ná að blana öðru sæti, sko. Já, vissulega. En við sjáum hérna, það er bara að bretta upp ermarnar og reyna aftur. Og það verður ábyggilega olbúðar út. Þetta er komið í hart. Það eru 9 hringir eftir og baráttan er 3. sætið. Hörku barátta hérna. Hörku barátta. Hann er sér í góðum málum og Diego er 6,5 sekúndur fyrir aftan hann og rétt þar fyrir aftan er þessi barátta sem við erum að horfa á hér, Eva og Kári. Kári er í slipi, nálgast Evu. Þetta er svo spennandi. Já, ég er alveg orðlaus, sko. Ég veit ekki hvað þetta er, sko. Það er bara svona, smá svona moment of silence til þess að ná andanum eftir allt actioni og nú er bara actionið að byrja aftur því að Kári er hérna 0,2 fyrir aftan Evu og það er bara hörku barátta í gangi hér 3. sætið. Hörku barátta og þetta er að hjálpa Hannesi og Diego mikið að Kári sé að berjast í Evu. Því að Kári er
já, eins og staðan á dekkjunum hans var hérna sennilega að keyra hraðast með við það að vera á nýjum dekkjum. Kári í geggjaðri stöðu til að reyna framúrakstur núna. Já. Ég þetta aftur komið í þetta, No beauty shots. Þetta er alveg óþólandi þessi beauty shots. Sjá hann hérna, hann liggur í skottinu. Hann er með ytri línuna, hann er að ná að taka hann hraðar. Ef hann er að halda sig þá er hann með innri línu næstu beygju, þá er hann komið með þetta. En hann fyrir hans út af. Hann náði ekki alveg þarna, sko. Það er ekki mikið pláss. Þetta er rosaleg barátta hér í gangi. Það er sko ekki auðvelt að taka fram úr Evu. Nei, hvað þá ef hún keyrir aftan á þegar hún er fram úr henni? Mikið rétt. Sjáum hérna. Reynir að kíka. Stríðir aðeins. Sjáum hvort hann lært góður í kestni hérna. Já, hörku útkestla hjá honum. Hann er í góðu drafti. Vinnur upp tímann, en þetta er bara svo stuttur kafli hérna. Þau eru bara nánast í hámarkshraða þegar þau koma úr beginni, þannig að það er ekkert rosa mikið eftir. Þetta er rosalegt. Við erum að tala 5 hringir eftir og Kári, sjáum hérna, Eva tekur inni, Ver. Það er engin leið að fara fram úr nema Serbi hérna, tekur hann undercut. Komin hérna með liðið. Nei, reynir að fara út að verðu. Þetta er bara eins og horf og dans. Reynir utan, fer innan í næstu. Þetta er alveg yndislegt að horfa á. Svona er kappastur. Svona er kappastur. Þetta er sennilega búin að vera einn mest spennandi keppni sem ég hef fylgst með hérna í TR1 í langan tíma. Þetta er búið að vera algjör konfekt veisla bara. Þessi keppni er eins og súkkulaðibox. You never know what you're gonna get. Maggi Ingolfs er hérna nummer 11. Það lítur svona nokkuð solid út hjá Magga. Hann var að spyrja hérna Guðbjartur á sig Magga. Maggi er hérna í 11. sæti, 16 sekundur í næsta og 26 í þar næsta. Já, og það sem er að gerast í þessari toppbaráttu er að Diego er á mjög stuttum dekkjum. Þau eru eiginlega bara farinn og Eva er að ná honum hratt með Kára í eftirdrægi. Og þetta er orðið 3 bíla barátta 3. sæti í keppninni. 4 hringir eftir, vá hvað dekki. Raun og veru annað sætið líka. Þetta er orðið barátta annað sætið. Diego er bara, hans dekk eru goner. Hérna, Kári í drafti af Evu, Eva í drafti af Diego. Allt að gerast, 3 hringir eftir og barátta annað, 3. og 4. sætið. Þetta er þvílík veisla. Sjáum hérna, Kári. Passa sig að fara ekki aftan í hana. Má sjá, bíl setti smá pláss hana. En Eva er með einu línuna. Kött aftur undir, Eva passa sig að taka þrönga línu hana, hún er búin að missa Kára 2 sinnum fram úr hana og ekki sátti það. Eva er komin alveg bensín guðvitinn hérna, sko. Já, vá. 3 hringir eftir og hún er komin á rautt. Ég verð að fara inn í bílinn hjá Kára aftur, sko. Kári er bara hérna alveg í skottin á henni. Nær hann. Það þarf að passa sig í beginni, það snýst að komast út úr beginni í drafti. Sem hann gerir. Fagmannlega gert. En eins og ég segir, það er bara ekkert það mikið eftir þegar þú kemur út úr beginni af toppendinu, sko. Nei, það er nefnilega málið. Þú veist, þú ert að ströggla pínu við að vera í drafti í meiri beginni og svo er eiginlega ekkert eftir nema bara resta einhverjum einum gíri eða eitthvað. Þannig að þessi beinikafli er ekki alveg að skilja eins miklu. Kári, passa sig, komin inn og ná og hvað?
Þvílíkt, Yes, vá. við séum það. Vá. Tveir hringir eftir og allt að gerast. Það er rauninni eina ástæðan fyrir því að Diego er ennþá að halda þessu öðru sæti bara vegna slagnum, vegna þess að Eva og Kári er að berjast bara eins og hundar hérna á brautinni. Algjörlega, þetta er bloody fight. Vá. Geggjað exit hjá Kára núna, sko. Það er hann að nýtast þeirra, Eva tekur inn í línu til að verja. Rosaleg pressa í gangi. Kári er á aðeins betri dekkjum en Eva. Og nær hann að fara innan á hana hérna? Nei. Eva nær að verja og heldur inn í línunni. Mestralega varið. Og hvað? Diego gerir mistök og Eva er alveg komin í skott á honum. Kári innan á Evu og hvað? Er hann komið fram úr? What? Er hann komið fram úr eða hvað? Já, hann er komið fram úr. Sjáum Er hvað hann keyrir gerist. aftur aftan á? Ég get farið á sama stað. Alveg eins. No comment. Nú er Kári rétt fyrir aftan Diego og Eva alveg spjóðandi heitt. Síður á henni fyrir aftan Kára. Ekki sáttið að missa fram úr sér. Sjáu þetta, Kári er alveg í skottinu á Diego. Og er hann að fara fram úr? Diego þarf að verja og hann er á handónýttum dekkjum. Og Kári fyrir utanverðu og komið fram úr! Woo! Kári komin í Vel annað gert. sætið hérna. Vel gert! Eva þarf að kljást við Diego sem er á, eins og þú sagðir, bara á handónýttum dekkjum. Ég hef aldrei séð Þetta svona er illa seinasti slitið framdekk. hringurinn. Vá! Herri, já, hvað er Hannes? Hannes er í góðum málum Já, og við verðum að- Kári er í ég- góðum málum. Við verðum að horfa á Diego og Evi hérna. Ég skal láta það vita þegar Hannes rennur yfir línuna. Ég hef ekki efni á því að fylgjast með honum fara í gegnum línu, bara finnst innum afsökunar á því, Hannes, ef þú horfir á þetta í endurútsetningu, en Hann er í síðustu bauginni og þetta er bara nokkuð örugt, en við verðum eiginlega að horfa á þetta. Þetta er síðasta beigjan, Diego og Eva hérna. Kári er, Hannes er sigurvegari, en hver verður í þriðja sæti? Vá, Eva fór hann að brugga vítt. Það Nær er hann þessu. þessu, það er hann þessu. What the? Sjáu þetta, þetta verður. Nei, vá! 0,043 sekundur á milli. Vá! Þvílíkur munur. Diego What heldur the- þriðja sætinu. Vá! Davíð Rúnar hérna í 5. Vá, Þorsteinn er að koma inn í 6. sæti. Á ekki orð, aukatekki Ásgeir. orð. Vá! Kemur hérna í 7. sæti. Vá, þvílíkur slagur, þvílíkur endir á keppni, maður. Driver of the day, viljið henda hérna af þessum topp 4, hver er driver of the day? Er það ekki bara Spjallið. Kári, sko? Kári fyrir mitt aðkvæði. Já, ég held að. Krydda strategy, brjálu barótta og náði annars sæti bara á síðasta ring, eða hú veist, vá. Þvílíkt reismaður, en glæsilegur akstur hjá Hannesi, hann bara, þetta var Já, ótrúlega vel gert hjá vá, má honum. ekki taka það frá Hannes, að hann náttúrulega, hann átti þessa keppni, sko. Til hamingju Hannes, frábær akstur hjá þér, vel gert, Team Supernova, flott barótta, gróf barótta. Þetta bara, þessi keppni var með allt sem maður vill sjá í kappastri. Þótt að maður sé kannski ekki fan af okkur á mólbáðarskottum, sko, en hérna, þetta var spennandi, vá. Þetta var rosalega spennandi, sko. En já, ég held að það sé alveg klárt mál eftir þetta, eftir þetta reisa. Kári er driver of the day, það er unanimous á spjallinu líka. Kári, driver of the day, Hannes sigurvegari, Kári í öðru sæti, Diego í 3. sæti, óskum þeim til hamingju með pódiums. Bara flottasta keppni, bara, vá, geðveikt. Já, Þetta var rosalega keppni. þvílík keppni, maður, vá.
Til hamingju top 3, þetta var Já, frábært. ég ætlaði að reyna að minnast á það sem hann var að tala hérna, en það verður event hérna á sunnudaginn. Sena ætlar að hendi vinninga fyrir það event sem að verður hérna á sunnudaginn. Þeir sem hafa áhuga á því geta leita frekar upplýsingar á spjallborðinu okkar, Facebook hópnum okkar, GTS Iceland umræðuhópur. En já, ég þakka bara fyrir mig í kvöld og Ingi, takk fyrir að vera með mér hérna. Takk fyrir mig og takk sponsorar Tasty, Nokko og hérna Otto Center og mitt stöf og hverjar Antons Mamma Mia og allir sem hafa lagt lið. Tjekkið á